Herri, jæja, þá heldur ævintýrið áfram og sem taka fyrir núna eru verkefni 2.10 til 2.16. Það rifjum þessu upp bara hvað erum við komin. Hérna er þessi helstu hugtök sem við erum að vinna með: staðsetning, færsla, hraði, hröðun, tími, og þetta eru bókstafinir fyrir það. Hérna er þessi skrýtni þrýrningur sem borið fram sem delta. Þetta er delta S, þetta er breyting á staðsetningu og þá erum við með færslu. Og hérna eru síðan grunneiningar SI-kerfisins, það eru metrar og sekundur sem við erum að notast við. Herðu, síðan erum við búin að nota og finna út fullt af skemmtilegum jöfnum. Við fundum það út að staðsetning hlutar, hún er bara háð í hvar þú byrjaðir, S0, og síðan fórstu eitthvað ákveðna vegalengd af því þú ert ákveðin hraða og þú ert að ferðast í ákveðin tíma. Þannig getum við fundið út staðsetningu. Við vorum líka búin að finna út að færsla, það er að segja vegalengd sem þú ferð, það er bara hraði, það er hraði sinnum tími. Ok, nú við vorum búin að komast að því líka að að skrifa þessu jöfnu á annan hátt. Það er að hraði er delta S deilt með t, þetta er að segja allir að gera. Þannig er þetta að finna út hraða. Ok, nú ef að hraðin er breytilegur, hérna er hann ekki breytilegur, hérna er alltaf sami hraði. Ef að hraði er breytilegur, þá er þetta að finna hann út svona. Þannig að hraði sem þú ert á einhverju augnabliki, það er bara hraðin sem þú byrjar á og síðan ert að gefa í, og það er þá einhver hröðun, A, og þú ert að gefa í ákveðin tíma og þá verður þetta A sinni T. Og þið sjáu hvað þetta eru svipaðar jöfnur hérna, fyrir staðsetningu og fyrir hraða, hvernig þetta er að breytast með tíma. Síðan kom jöfna fyrir hröðun, acceleration A, það er bara, þú ert að breyta hraða, delta vaff, deilt með tímanum sem tók. Og hérna kemur aftur þetta delta vaff, þetta delta hérna þrýrningurinn, af því að hröðun er bara breyting á hraða. Það er ekki endilega á hvaða hraða þú ert komin, það eru hversu mikið breyttist hraðin. Ok, þá bætist ein jafna við, og þetta er mjög algeng jafna og mjög flott, af því að hérna eru að fara að vinna með vegalengd sem þú ferð, að færsla, þegar út með hröðun. Ok, hérna, afsakið, hérna erum við með ef það var jafnhraði, þá er þetta einfalt. En ef það er hröðun, þá er þetta hérna vegalengdin sem þú ferð. Þannig að hérna er færslan, þetta er hversu langt þú ferð. Vaff 0, þetta 0 þýðir upphaf, þannig að þetta er upphafshraði. Upphafshraði og A er hröðun og T er tími. Ok, síðan kemur dæmi 2.10, 2.11 og 2.12 og það er allt með því að nota þessi einu jöfnu. Og þá verður það að muna að nota hérna metrar og sekundur. En mér langar að taka fyrir dæmi 2.11 af því að þið sjáu hérna til þess að finna út T, að T kemur fyrir á tveimur stöðum og það er meira þessi öðru veldi. Mér langar að taka hérna fyrir dæmi 2.11 og það stendur gefur hlutur hafi færst 20 metra. Þannig að þá getur skrifað delta S er sama sem 20. Hröðun hans var 3 metrar á sekúndu öðru. Bara að skrifa allir fyrir svona. Hluturinn byrjaði kyrr. Byrjaði kyrr, það þýðir að vaff 0 sé 0. Og hversu langan tíma tók færslan, það var spurt um 10. Ok, þannig að þá ætlum ég bara að byrja því að skrifa upp þessi jöfnu. Og síðan næst ætlum ég bara að setja inn allir tölunar. Delta S er 20
Vaff 0 var 0. T er eitthvað sem ég veit ekki, en ég skrifa það bara T. 0,5, A var 3 og T öðruveldi. Nú, þetta verður strax þægilegra að því sjáu að hérna er 0 sinnum T og 0 sinnum eitthvað er alltaf bara 0. Þannig að ég ætla að einfalda þetta, hérna eru 20. Ég ætla bara ekki skrifa þetta hérna 0 sinnum T, það er þetta út. 0,5 sinnum 3 er 1,5. T öðruveldi. Þannig að núna þarf ég einangra T-ið. Þannig að ég ætla að deila hérna með 1,5. Deila hérna með 1,5. 20 deilt með 1,5, það veit ég ekki alveg hvað er. Ég ætla bara að skrifa það bara áfram, ég er ekki reiknivél við hendina. En þá hérna til þess að finna út T þá þarf ég að taka ferningsrót. Sko, náttúrulega því í stærðfræðinni að ég hefði afsakið komin hérna út af myndinni. Sem sagt, já, ég var bara hérna að nota jöfnu, sett inn tölunar og síðan var ég að reyna að einangra T öðru. Sko, strangt til tekið, þá er svarið hérna T saman sem pluss mínus ferningsrótin. En tíminn er aldrei mínustala. Það er aldrei sagt að tíminn er mínus 3 sekundur, það bara meikar ekki sens. Þannig að það er alltaf bara pluss hérna talan sem við notum hérna fyrir tíman. Herðu, síðan, þannig að hérna er þessi nýja jafna sem við erum að læra hérna. Og síðan kemur önnur tíma, það er að segja, og þá spyrjum við okkur, hvað ef við vitum ekki tíman. Öllum þessum dæmum hingað til, þá erum við með tíma. Öllum jöfnum. En stundum hefur maður ekki þær upplýsingar. Þá kemur inn skemmtileg jafna sem lítur svona út. Held að þetta sé síðasta jafnan sem þið eru að og munið, þið þurfa ekki að leggja þetta á minnið, þetta er allt saman á formúlublaðinu sem er á innu. Þetta er í kaflanum til líka formúlublaðinu. Ok, þannig hérna er, hvað erum við hérna? Hérna erum við hröðun. Hérna erum við velinn sem hluti fer. Hérna er alltaf komið vaff 1. Það er þá loka hraði. Vaff 0 er upphafshraði. Ok, síðan kemur hérna dæmi 2.13 og þá eru gefnar upplýsingar A, delta S og vaff 0. Þið reikna hvað vaff 1 er og þá aftur vaff 1 er í öðru veldi og þið þurfa að nota ferningsrótina til þess að finna út. Hérna er dæmi 2.14, þú ert að keppa í kvartmílu og hérna eru það að vinna með sko 123 mílur á klukkustund. Þannig að 1 míla er 1,609 km. Þannig að þið þurfa að breyta 123 mílur á klukkustund fyrst í kílómetra á klukkustund. Og það fáið þið með því að margfalda þetta hérna með 1,609. Þá fáið þið kílómetra á klukkustund. Síðan til þess að breyta því í metra á sekundu að þá þurfið þið að deila með 3,6. Þá fáið þið hérna metra á sekundu. Ok, hversu löng er brautin? Þið megið googla þetta ef þið þurfið, en þetta er kvart míla. Kvart er bara fjórðungur, þetta er fjórðungur í mílu. Og sér reikna ég hérna hverju hröðun bílsins með því að nota þessa jöfnu. En þá þarf að huga, ok, þú ert að keppa í kvartmílu. Þetta er lokarhraðinn, en hver er upphafshraðinn? Og hann er náttúrulega 0, af því að þú byrjar kyrr. Þú byrjar kyrr þannig að þetta er bara 0. Þetta er lokarhraðinn sem þú reiknar út í A-lið. Delta S er hversu löng brautin er. Og A er það sem þið reiknar út. Herðu, síðan er hérna
kafli hvað þú ferð aftur á bak, jákvæð og neikvæð stefna. Og málið það að við höfum alltaf verið að vinna í jákvæð stefnu. Við vorum búin að teikna upp mynd af af þessum ás. Og þá vorum við í einhverjum punkti og við erum að ferðast áfram Þá ertu að ferðast í jákvæða stefnu. En þú getur líka að ferðast í neikvæða stefnu. Og það sem gerist þá að þá getur hraði verið neikvæður, þetta er bara þess átt, en hröðun getur líka verið neikvæð. Þannig að til dæmis ef þú ert bíll að keyra eftir þessum, þetta fallegu bíl maður, því eftir að hlæja þessu. Laga dekkin aðeins, núna ekki mikið skárra en samt. Þannig að ef þú ert að keyra eftir þessum ás, þá ertu að fara í jákvæða stefnu. En ef þú bremsar, þá er hröðun þín í vinstri áttina. Þá er hröðun í neikvæða átt. Ef þú ert að gefa í, þá er hröðunin jákvæð. En ef þú bremsar, þá er hröðunin neikvæð. Eins, ef bíllinn myndi síðan stoppa og byrja að bakka, þá er það neikvæður hraði. Þannig að hraði og hröðun, þetta er mismunandi fyrirbæri, en þau getur bæði verið neikvæð. Tími er aldrei neikvæður. Delta S getur líka verið neikvætt. Ef þú ert að fara til vinstri, þá ert að fara í neikvæða átt, þá er færslaðin neikvæð. En við getum skoðað eitt dæmi, það var 2.16 á að sleppa, 2.15 eða að gera. Þannig að við getum skoðað þetta 2.15, bíll keyrir á 50 km hraða. Núna strax þá þurfum við að taka þetta og breyta þessu metra á sekúndu. Ok, gerum það með því að deila með 3,6. Ok, hann er á 50 km hraða og hann nauðhemlar. Hröðun bílsins þegar hann bremsar er -7 metra á sekúndu öðru. Hversu langt fyrir bílinn þegar hann bremsa? Ok, hérna eru ekki með neitt tíma. Og þá er tilvalið að nota þessu í jöfnu. Ok, þannig að við getum sett 2 inn. A-ið er -7 og við setjum þá -7 í svega. Delta S er eitthvað spurningamerki. VAF1 í öðru veldi. Hvað er VAF1 aftur? VAF1 er lokahraði og hann er 0 af því að við erum að stoppa bílinn, þannig í lokin þá er hraði 0. Hérna kemur síðan mínus og þá kemur okkar uppahraði og hann er ég ætla bara að skrifa 50 deilt með 3,6 af því ég er ekki með reiknivél. Ok, þá lítur þetta svona út. Þannig hérna væri þetta bara með eitthvað staka tölu. 20 eða eitthvað stærn milli, 10-25 eitthvað stærn. En þið sjáu að delta S, það verður plústala. Og af hverju verður delta S plústala? Því það er mínus hérna megin og það er mínus hérna megin. Passið ykkur, þessi mínus er ekki inn í sveganum. Þessi hérna stærð sem er hérna hægra megin, þetta verður mínustala. Passið ykkur, það sem við erum að setja í annarveldi, það er ekki mínustala, það er mínus fyrir framann. Þannig að það verður mínus hérna, það verður mínus hérna, þannig að delta S verður plústala, sem make sense. Þú ert að keyra áfram, þú bremsar, þannig að hröðunin er mínus, en þú ert samt á leiðinni til hægri eins og við vorum að teikna hana myndina áðan með falla bílinn mínum.